Já, góða kvöldið og velkomin að Rauða borðinu. Við höldum áfram að svona átta okkur á hagfræðinni og svona þeim breytingum sem að verða henni á okkar tímum og við höfum verið með erum með svona þáttaröð í gangi þar sem að við beinum sjónum að svona kvennhagfræðingu til þess að byrja með. Við vorum með Kate Raworth fyrir viku og hagfræði Kleinuringsins. Nú komið að Stephanie Kelton sem einn af svona burðarstólpunum á bakvið nútíma peningastefnu sem að hefur verið skammstaf af MMT, Modern Monetary Theory heitir það, og sem að hérna heitt topic í umræðu efnahagsmál og hagfræði. Ég bara átta mig á því, ef ég vissi það ekki áður, svona þegar ég var að bóka inn eina þátt, hvað margir hafa mikla skoðun á þessu og kannski ekki allir til í að koma og taka þátt í deilu þetta, en þetta bara þetta deilt og þetta tengi svolítið líka svona viðbrögðum stjórnvalda víða heim og seðlabanka í COVID-kreppunni sem hefur haft mikil áhrif á það hvernig svona fólk horfir, þessar stofnanir horfa á það hvernig hægt að beita peningamálastefnunni. En hingað til þess að ræða þetta Ólafur Margeirsson, hann hagfræðingur og oft komið hingað og þarf að kynna hann. En hann hefur mikið skrifað og ritað MMT. Hérna líka Oddný Helgadóttir, hún stjórnmálafræðingur sem hefur einkum verið að rannsaka hagsögu og verið að rannsaka hagfræðinga í gegnum tíðina. Ásgeir Brynjar Torfason, hann hagfræðingur og hann hérna sérfræðingur í seðlabönkum og svo Jökull Sólberg Auðunsson sem áhugamaður í hagfræði. Það alltaf verið hugmyndin að hafa í þessu samtali svona sambland af lærðum og leikum. En eins og síðasta þá ætlum við fyrst bara að byrja að glöggva okkur á það hvert umræðuefni og það Stephanie Kelton og nútíma peningamálastefna. Ef við byrjum bara á Stephanie sjálfri, Ásgeir Brynjar Torfason, geturðu sagt okkur eitthvað hver þessi kona Já, hún kannski öfugt við Kate sem við vorum að tala síðast og Kleinringina, að hún hefur svona ákveðið að breyta hagfræðinni innan úr hagfræðideildunum, en hún tilheyrir svona hópi sem var mjög lítil kirkja og þau voru mest í Kansas fyrst og tengjast í raun og veru upphaflega kannski Minsky, Randall Wray sem var leiðbeinandinn hennar, að Minsky var svona mjög óvenjulegur hagfræðingur á sínum tíma sem hafði verið bæði að vinna í bönkum og verið með síðan kenningar sem féll ekki alveg að meginstraumnum og hann var nú sakaður síðan að vera hálf skrítinn eða ruglaður, en síðan í fjármálahruninu 2008 þá skrifaði nú Krugman frægt blogg sem hét kvöldið sem við fórum öll að lesa Minsky aftur og síðan þá, að því það var svona ákveðið Minsky moment og það sem gerðist þá þegar Lehman bankinn féll 2008, en síðan þá hafa svona kannski fleiri og fleiri allavega sagst hafa lesið Minsky, en nú mikið hversu vel og vandlega fólk hefur lesið hann, en Stephanie, hún á okkar aldri, kringum 50 og hérna skrifaði þessa, var með í því í raun og veru að búa til þessa nútíma sem kölluð peningakenningu, ekki peningastefnu, það það sem seðlabankarnir setja, peningastefnu, það sem þeir að reyna ákvæða vextina, en hún ég hitta hana nú fyrst á ráðstefnu hjá Institute for New Economic Thinking einhvern tímann það leyti sem ég og Óli vorum í doktorsnáminu og einmitt við báður höfum lesið Minsky þó við höfum ekki hist síðan fyrir ná útvarpi sögu hjá þér Gunnar, en hún Stephanie varð eiginlega síðan svona bara fræg eða svona celeb eftir að faraldurinn fer á stað. Hún kemur út með bók 2020, var náttúrulega búin að vera að vinna lengi í henni og þau búin að vera að vinna að því að gera þetta svona
almennari og alþýðlegri kenningar og fá fleiri og fleiri doktorsnema til að skrifa reyna breiðu boðskapinn en kannski gengi sérstaklega vel, en hún var hins vegar efnahagsráðgjafi hjá Bernie Sanders 2016-20, þannig að hans áherslumál í efnahagsmálum voru kannski svolítið lituð af þessu, þó að hann hafi nú flaggað eða MMT-inu beint. En síðan þegar að faraldurinn kemur og þá byrja náttúrulega Trump bara að eyða peningum alveg eins og ekkert sé og síðan tekur Biden við og í raun og veru eins og ég hef sagt einhvern áðurinn á Rauða borðinu hjá þér, þá efnahagsstefna Bidens heilmikið lituð af þeirri undirbúningsvinnu sem var búið að vinna af þessum óvenjulegu hagfræðingum sem voru í liðinu hjá Bernie, en hins vegar lendir síðan Biden í þeim vanda að koma því í gegnum þingið og þetta síðan eiginlega það sem fleytir henni, þannig að hún fer í hádegisviðtal sem svona baksíðuviðtal á Financial Times 2019 það leyti sem bókin síðan að koma út 2020 sem heitir Deficit Myth. Það oft talað í meginstraumshagfræðinum deficit bias, hagfræðingarnir telja sig þurfa að vera svona að passa upp á hina hættulegu pólitíkusa sem vilja alltaf eyða með fram og þeir séu hafnir svona séu hallir undir það að reka ríkissjóðina eða hið opinbera með halla, eyða meira heldur en þeir hafla að þá í raun og veru kemur Stephanie með síðan bókina sem að verður svona fræg allan heim og lesin og fann að hafa áhrif inn í Washington og inn í pólitík víðar sérstaklega eiginlega með hjálp síðan faraldursins að bókin hennar Deficit Myth í raun og veru að bera fram þann boðskap að þetta með hallarekstur sé ekki vandamál fyrir ríki eða ríkissjóði sem gefa út sína eigin mynd, þannig við verðum að halda evrusvæðinu fyrir utan en það verður eiginlega að geta þess að það var byrjuð svona aðeins umræða, menn voru að átta sig á því að þetta væri nú ekki algjört bull af því að Oliver Blanchard sem var aðalhagfræðingur Alþjóðagjaldeyrissjóðsins hélt mjög fræga ræðu á ársfundi amerísku hagfræðingasamtakanna í janúar 2019 þar sem að hann sýnir fram á það með svona hefðbundnu aðferðunum að það sé nú hægt að reka ríkissjóðina með hallað ef að vaxtakostnaðurinn sé lægri heldur en hagvöxturinn. Þannig að síðan í raun og veru það sem að gerist, hún var oft með á kynningunum sínum svona tilvitnun sem eignu Gandhi að fyrst ignorerar þeir þig, síðan hlæja þeir að þér og svo fara þeir að slást við þig en að lokum vinnurðu. Það sem sagt tilvitnunin í Gandhi sem hún hefur notað. Ég held að við séum núna í stöðunni þar sem þeir eru farnir að berjast við hana, að ráðast á hana. Það sé að Larry Summers, Krugman og fleiri. Út í útlöndum, en hérna kannski staðan svo að það ennþá verið bara að láta þess að hún sé ekki til. Já, hér það var, manni var bara hent út úr hagfræði og viðskiptafræði göngum háskólans fyrir að minnast á þetta. Ég reyndar myndist ekkert á MMT í doktorsritgerðinni minni sem kom út 2014 en ég hins vegar hafði lesið mjög mikið af sama litteratúr og þess vegna eru við Óli svona í vissum samhljómi en þú gerð það og ég held einu sem hefur skrifað með MMT á ég sé fína greinin hans Óla og hún birtist í tímariti SCBS, ég veit ekki hvort fólk veit, Samband íslenskra berklasjúklinga og þó hún sé nú betri en eiginlega flestar greinar sem ég hef lesið í tímaritum viðskipta og efnahagsmál sem að Seðlabankinn og Háskóli Íslands og Háskólinn í Reykjavík gefa út en hún hefur líklegast ekki fengist birt þar en það er svona
nýjast hluti fjármálaráðsins við lesum deficit bias, þannig að menn eru ennþá svolítið hræddir við hann kannski hér, en út í heimi hefur eiginlega þetta snúist að því að hún varð kannski það er stórt viðtal við hana í New York Times bara fyrir nokkrum vikum, en núna þegar að verðbólgan komin að þá eiginlega að grípa sérstaklega þeir kallanir, þannig að eins og Mercer sem nú frægur, hann fjármálaráðherra Bandaríkjanna, en hann nú frægur líka þegar hann var rektor í Harvard og þannig að heilinn í konum væri síður til þess fallin að fást við tölur og útreikning heldur en heilinn í köllum, en hann sem sagt búin að vera að ráðast á hann á Twitter og Krugman eitthvað líka og það reyndar er svolítið svakalegt að fylgjast með því á Econ og Finance Twitternum, hvernig sérstaklega konurnar sem að standa fyrir svona óhefðbundnar kenningar verða fyrir rosalegu aðkasti af því að það er eins og það megi bara ekki viðra ólíkar hugmyndir eða kenningar eða gagnrýna meginströmskenningarna, það er bara að rísa sérstaklega kallanir upp á afturlappirnar og verða skipsettir og reiðir. Komum að því síðar. Ólafur Margeirsson, áður en ég byrði að útskýra nútíma peningamála kenningu, ég alltaf að reyna að finna eitthvað skárra orð til þess að nota yfir þetta, að þá verði ég að spyrja þig það sem að Ásgeir var að segja greinina sem að þú kaust að birta í tímariti berklasjúklinga, minnum að svolítið á afstæðiskenningin birtist í tímariti póstmanna, eða ekki, á sínu tíma, af hverju rataði þessi mikilvæga grein hagfræði inn í tímariti SIBS? Það var afskaplega einfalt. SIBS einfaldlega bað mig að skrifa grein efnahagsmál á Íslandi og ég setti þetta niður. Hvort það hafi tekið mig halvan dag eða svo að skrifa þetta niður, ef ég maður rétt. Þannig að það var ekki mikið meira heldur en það. Það var ekki vegna þess að ég var að reyna að fá þetta byrtekst á annars staðar. Það var alltaf leið. Ok, nú færðu örskamastund til að útskýra. Hvað er MMT? Já, mér finnst það ekki sanngjarnt að ég fái bara örskamastund. Í mjög stuttu máli þá er MMT lýsing á því hvernig peningakerfið virkar. Þetta byrjar sérstaklega á því sem sagt, að það er farið bókstaflega ofan í ferlana á því hvernig greiðslu er komið til skila og það er farið í sko algjör smáatriði. Og það er farið í smáatriðin vegna þess að það verður að skilja hvernig kerfið er sett upp til þess að skilja hvernig afleiðingarnar af því hvernig kerfið er sett upp í raun og reynd, hvernig afleiðingarnar eru. Þannig að það er ekki gert ráð fyrir því að eitthvað virki eins og það er, gert ráð fyrir því að það virki og síðan er teóría þróuð í framhaldinu af því. Það er skoðað sérstaklega hvernig ferlarnir virka í raun og reynd og svo er teóría byggð ofan á það, frekar heldur en einhvers konar svona forsendu pælingar. Það er margt í þessu sem er öðruvísi heldur en í mainstreams hagfræði. Stærstu munurinn er sá að peningar í MMT þeir eru álitnir traust en ekki vara. Og ef einhver vill lesa frábæra grein sem birtist í byrjun 20. aldar, þá heitir hún The Credit Theory of Money. Hún er skrifuð af lögfræðingi og þar er bókstaflega farið í gegnum hvernig virði peninga er ekki háð því úr hverju þeir eru búnir til, heldur hvort að það sé traust á því að peningarnir séu samþykktir eða ekki. Og það er grundvöllur virðis peninga en ekki úr hverju þeir eru búnir til, sem er öfugt í rauninni við það sem er svona frameworkið á bakvið helstu meginströms hagfræðikenningarnar. Það sem kemur út úr þessu í mjög stuttu máli er að til dæmis bankar þau þurfa ekki að taka við innlánum til þess að geta búið til útlán eða til þess að geta veitt útlán. Það er öfugt við mainstream hagfræði. Í öðru lagi er til dæmis bent á það og það er punkturinn sem Ásgeir var að minnast á það að
geta ríkissjóðs til þess að vera með hallarekstur, hann ekki háður því, hann ekki sem að háður fjármálalegum skilyrðum. Það sem svona, það sem takmarkar hallarekstur ríkissjóðs, og ég hamra á því að ég að segja hallarekstur ríkissjóðs, ekki útgjöld ríkissjóðs, heldur hallarekstur ríkissjóðs, fyrst og fremst það hvort að það séu til raun aðföng fyrir öllu því sem ríkissjóður vill borga. Fyrir öllu því, eru raun aðföngin til sem ríkissjóður vill kaupa. Og með raun aðföngum ég að tala til dæmis eru til hrávörur til þess að byggja eða búa til það sem ríkissjóður vill að sé búið til. Það getur verið hvað sem vegir, virkjanir, geimskip, hvað sem Augljóslega erfiðara að finna raun aðföngin til þess að búa til geimskip heldur en veg, en það fjárhagslega hægt að búa til bæði veginn og geimskipið. Það punkturinn í þessu öll saman. Þannig að takmarkandi þátturinn fyrir því sem ríkissjóður vill gera, það ekki peningar, heldur raun aðföng. Og það punkturinn nummer 1, 2 og 3 inn í þessu. Og af því að Ásgeir minntist á Biden og hvernig Biden svona hægt og rólega á að hafa tekið upp svona linsuna, notað linsuna sem MMT Þetta aðferð til þess að skilja hvernig þú átt að setja upp ferla og til þess að skilja hvort að þú getir framkvæmt það sem þú viljir framkvæma. Þá einmitt hamrað á því akkurat núna, sérstaklega því að verðbólgan orðin að vandamálum ekki bara á Íslandi heldur líka til dæmis í Bandaríkjunum. Biden einmitt notaði ekki MMT þegar hann var að setja upp sínar útgjalda- og skattaáætlun fyrir síðustu 2 ár, heldur var einfaldlega farið svolítið blinkt í sjóinn með það hvað þyrfti að gera. Það var sturtað peningum inn í hagkerfið, en það var ekkert verið að pæla í því hvort að það væri til raun aðföng fyrir öllu því sem peningarnir myndu síðan kaupa. Og það það sem að búa til verðbólguna í dag. Raun aðföngin eru ekki til. Og það vandamálið sem í raun og reynd svona afleiðingin af því. Þannig að hallarekstur ríkissjóðs, hann skiptir alltaf máli, hann skiptir ekki máli út frá fjármálalegum punktum sérstaklega, þannig að ríkissjóður hefur alltaf efni á því að kaupa það sem til fyrir sölu í íslenskri krónu, en þótt að hann geti borgað fyrir eitthvað sem til í íslenskri krónu, ekki þar með sagt að hann að gera það. Og það einmitt heildar svona grundvallar skilabóðin sem ég var að reyna að koma til skila með greininni sem við myndumst á hérna áðan. Heiti greinarnar bókstaflega ríkissjóður hefur efni á þessu en á að gera það. Ok. Herðu, Oddný, þetta verið gagnrýnt og bæði með svona menn að reyna að slá þetta með ykkur svona þetta sé ykkur vúdúismi. Minnir mann svolítið á svona þegar nýfrjálshyggjan var að koma sessa og tala voodoo economics og alls konar svona hluti. En efnislega, hvað það sem að menn eru að finna að þessu? Af hverju virkar MMT ekki? Mér langar kannski að byrja að tala það hvað þetta raunverulega áhugavert fyrirbæri fyrir fólk sem hefur áhuga á því hvernig hugmyndir í hagfræði þróast. Af því það náttúrulega hægt að reka hagkerfi með ólíkum hætti og það hafa verið uppi á mismunandi tíma, mismunandi stöðum, ólíkar hugmyndir hvernig best að gera það. Og það svona kannski það sem ég hef verið að stúdera hvaða hugmyndir það og hvernig það breytast. Og það sem áhugavert við MMT hvað það algjörlega svona utangarðs hugmyndafræði þegar fyrst fyrir að verða til og notar ekki nein af meginströms verkfærunum, talar ekki sama tungumál, birtir ekki sömu ritrindi tímaritum, notar ekki líkön með sama hætti, allt þetta, en allt í einu núna samt að ná í gegn í orðræðu og hafa áhrif á það hvað fólk sér sem mögulegt og ekki mögulegt, hvað má hugsa, hvað má ekki hugsa og svo framvegis. Það út af fyrir sig bara virkilega merkilegt og áhugavert.
og sem kannski svona megin ástæðan fyrir að ég hef á MMT. Því ég hef svona verið að skoða hvernig þekking hagfræði búin til og hver hefur rétt að því að búa til marktæka þekking og hver ekki. Þannig að það áhugavert og svolítið merkilegt framlag og gerist með hætti sem að ég held að hafa ekki sést áður, sérstaklega ekki í svona því sem við getum kallað samtíma. Þú veist, yfirleitt þegar eitthvað hefur áhrif þá gerist það í gegnum það að taka þátt í svona mjög formfastri fræðilegri umræðu og þetta gerir það ekki. Þetta gerist kannski líkt á kleinuringurinn og já, mjög líkt og gerist í gegnum samfélagsmiðla miklu leyti, gerist í gegnum svona ákveðin svona celebkultúr, það alveg rétt eins og Ásgeir var að segja. Þannig að þetta svona allt önnur leið að áhrifum og hefur samt áhrif á pólitíska umræðu og aðgerðir. En nú ég stjórnmálafræðingur og einu stjórnmálafræðingur hérna og stjórnmálafræðingar almennt svolítið uppteknir af svona hagsmunum og valdastrúktúr og svoleiðis og það sem að MMT hefur verið gagnrýnt fyrir kannski vera svona vissu leyti útópísk hugmyndafræði, að taka ekki mikið tillit til ríkjandi hagsmunaafla og svona valdastrúktúrs eins og hann Þannig að, og það margt sem að fólk á við með þessu þegar það hefur verið að gagnrýna MMT. Eitt af því sem að gerði MMT held ég mjög aðlaðandi fyrir ákveðna stjórnmálamenn sem að hafa kannski verið helst tengdri við því að þá það eins og Alexandria Ocasio-Cortez að töluverðu leyti, Bernie Sanders að einhverju leyti þó kannski ekki alveg jafn mikið og stundum látið veðri vaka. Það sem að gera þetta áhugavert fyrir þessa stjórnmálamenn að þú veist yfirleitt þegar að þú ert að kynna til sögunar stefnubreytingar, einhver stór mál sem að kosta kannski mikið eins og breytingar á heilbrigðiskerfinu í Bandaríkjunum, þá spurningin alltaf hvernig ætlar að borga fyrir þetta, hvernig á að greiða þetta og þessi hugsun sem að sem sagt svo að ríki sem að gefa út sína eigin mynd þurfa ekki að hugsa þannig af því þau geta ekki alltaf að gefa út meiri peninga, veitt meiri peningum inn í kerfið, þurfa ekki að hugsa svona, þau geti alltaf greitt fyrir það sem er raunverulegur vilji til þess að greiða fyrir. Þannig að það maður skilur af hverju það freistandi og spennandi og áhugavert fyrir fólk sem að kynna svoleiðis til sögunar. En það sem hefur verið bent á að þetta peningalega sjálfræði eða þú veist þessi geta til þess að gefa út eigin mynd á bara við á mjög fáum stöðum. Hún á við í Bandaríkjunum, hún á ekki við í Evrópinu og hún á mjög óvíða við ef þú lítur út fyrir Bandaríkjunum af því að flest ríki utan Bandaríkjana þurfa að taka lán í erlendum gjaldeyri, þurfa að fara eftir því sem að stofnanir sem að meta lánshæfi segja, þurfa að tryggja það að fjárfestar vilja kaupa ríkisskuldabréf og svo framvegis og svo framvegis. Þannig að þetta rými á bara við á mjög ákveðnum stað. Þannig að það eitt í þessu. Svo Árni, má ég aðeins trufla á það við á Íslandi? Það nefnilega til dæmis seinni hluti fyrirsagnarinnar á grein Ólafs hljómar næstu alveg eins og slagorð ASÍ á síðasta ári sem að það nóg til, sem svona hugmyndum, auðvitað sprottir upp af þessum hugmyndum í sambærilegum að það sé nóg til og Íslendingar geti raunverulega notað afl ríkissjóðs til þess að gera hluti sem eru til uppbyggingar á samfélaginu en ekki bara til þess að eyða og sofa eins og Ólafur benti á. Getur þetta átt við á Íslandi? Þá kannski komum við að öðrum þáttum sem hefur verið bent á að tala í sambandi við MMT. Þá það, þú veist, hvað kallaðir það? Raunaðföng, resursar. Það það sem við erum að kalla resursa. Já, ok. Raunaðföng. Ok, ég skil. Það samkvæmt MMT. Þá getur ríkissjóður
til þess að virkja raun aðföng, resursa sem að væru annars óvirkir og það sóun í því að hafa það óvirka, hvort sem að það fólk sem ekki að vinna eða hráefni sem ekki verið að nýta eða svo framvegis. Þú getur gert það og þú átt að gera það. Takmörkin fyrir því þegar þú lendir svo í því að það komi upp verðbólga. Það eru svona ytri mörkin sem sýna þér hvenær þú ert búin að koma út fyrir þau mörk. Og það verðbólga viðvarandi vandamál á Íslandi sem að hefur flóknar og margþættar og að sumu leyti ekki vel útskýrðar orsakir og það á við ekki bara á Íslandi heldur allstaðar. Núna, þú veist, núna eitt af því sem verið að svona núa MMT nasir núna að nú stöndum við frammi fyrir því að verðbólga vandamál og það tengt stundum við þessa eyðslustefnu sem að hefur einkennt síðustu ár til dæmis í Bandaríkjunum sérstaklega. Það sem áhugavert við verðbólgu við skiljum hann ekki mjög vel og verðbólga örugglega mjög margir ólíkir hlutir sem við setjum saman undir sama hugtakið en það að þetta gerist út af eyðslustefnunni eitthvað sem ég efast stórlega Ég held að orsakirnar séu fjölþættari og margar en ég held líka og ég held það tengist að hluta til verðlagi orku, það tengist að hluta til bara það hvað það varð erfitt að láta alla framleiðslu virka sem hefur verið bara breytt út allan heim þegar að þú ert að takast á við farsótt þá hækkar allt verð bara því það verður svo dýrt að gera allt þú vanir því að geta gert allt bara út allan heim og setta svo saman en það allt í einu eru hindranir allstaðar út af sóttvörnum og svo framvegis þannig að þá verður allt dýrara svo líka bara hefur verið kerfisbundið haldið niður í launum mjög víða og það allt í einu þrýstingur það þannig að það eru svona margir þættir sem koma saman og við veitum ekki alveg hvaða þættir það eru sem að orsaka heildar niðurstöðuna en það breytir því ekki að núna stöndum við frammi fyrir þessu og þá verður hvort sem að það af raunverulegum ástæðum eða pólitískum og svona á orðræðu ástæðum þá verður mjög erfitt held ég að halda þessari stefnu á lofti við þær aðstæður þannig að það eitthvað sem skiptir miklu máli og svo líka Þú ert að segja það, Oddný, ef ég má reyna að skilja þú ert að segja það að verðbólgan núna margþætt og flókin og það ekki bara út af auknu peningamagni umferði sem hún en vegna andstöðu svona meginströms hagfræðinnar við MMT að þá svona vilji til þess að nota verðbólguna núna til þess að slá þetta bara út af borðinu. Og það verður gert, ég alveg vissum. Og það mikilvægt að halda til haga að það eru margir meginströms hagfræðingar sem að hafa mjög lengi spáð fyrir verðbólgu sem hefur svo ekki orðið af því að það hefur verið aukið peningamagn í gegnum quantitative easing sem ég veit ekki einu sinni hvað heitir á íslensku þannig að það búið að vera að segja í mörg ár að þetta sé á leiðinu og það hefur ekki gerst en nú það gerst og það að gerast og það svolítið kaldhæðnislegt að það gerist á sama tíma og þessar hugmyndir eru svolítið að náðu gegn en það alveg bókamál að það verður nýtt til þess að ýta gegn þeim og það við sjáum það nú þegar að það verið að gera það ekki rétt hjá mér má ég spyrja það einu aukalega ekki rétt hjá mér að þú, prófessorinn þinn í Brown University hafi verið Mark Blyth sem eiginlega sérfræðingur í verðbólgu, sérstaklega verðbólgu á 8. áratugnum olíukreppu verðbólgunni Jú, meðal annars, það rétt. Já, þannig að þú ættir að vita töluvert verðbólgu. Hann nefnilega hefur verið með marga fyrirlestra sem að fólk getur googlað, hann nú mjög skemmtileg fyrirlestari, hann uppistandari og hann með mjög marga fyrirlestra einmitt þetta ástanda sem að menn alltaf að bíða eftir ykkur verðbólgu sem aldrei kemur. Já, en nú komin og ég held að það séu margar ástæður til þess að ætla að hún verði viðvarandi. Að einhverju leyti, fyrst voru allir að tala að þetta væri transient tímabundið en núna eru fleiri komnir á það að það sé ekki tilfellið og ég held að mér finnst það allavega sannfærandi rök annars vegar vegna þess að það búið að halda niður í launum sem núna þrýstingur að hækka mjög lengi, mjög víða og hins vegar að því við þurfum bara að fjárfesta svo mikið ef við ætlum að takast á við hlýnun jarðar þannig að þetta held ég
nýja ástandið sem að við munum búa við í eitthvað tíma. Og það þarf ekki endilega að vera slæmt, en við þurfum að líta á það sem hluta af orðræðinu. Og þá kemur að líka öðru sem hefur verið gagnrýnt mjög mikið við MMT, sem það að af því að grunnhugmyndin sú að ríki geti fjármagnað sig án þess að nota lántöku og skatta. Þau geti bara notað peninga, búið til peninga þegar þau hafa getun alls að gera það. Að þá hefur MMT svolítið svona verið notað nærri því til þess að segja að við þurfum ekki að hugsa skatta. Skattar sé ekki það sem við eigum að einblína á. Og það mjög mikið ágreiningsatriði fyrir mjög marga, sérstaklega vinstri vængnum. Og það kannski svona helsta ágreiningsatriði sem að maður sér í sambandi við MMT það hvort að það sé svona grafa undan mjög mikilvægri umræðu skattlagningu og hvaða hlutverk hún á að leika í samfélaginu. Og þá ertu kannski að tala að hægri menn eða auðvaldi bara svona misnoti svona stemmingunni í kringum þessa kenningu og umræðu sem hún vekur til þess að keyra áfram hallarekstur ríkissjóðs án þess að hækka skatta á þá sem eru aflögufærir og jafnvel að dæla út peningum út í hagkerfið aftur eins og sömuleyti má sjá af efnahagsaðgerðum efnahagsmálaráðuneytis Bjarna Ben sem að dælir miklum peningum út í atvinnulífið út alls konar. Í rauninni ekki, því ég held að flestum á hægri vængnum sé eiginlega bara slétt sama MMT. Ég held ekki að þetta sé meira það að það grafi undir pólitískri samstöðu sem við frekar verið á vinstri vængnum það að það sé mikilvægt að skattleggja með réttmætum hætti. Ok. Herðu, þú ert búin að leggja inn nokkur svona meginatriði umræðuna sem ég býst við að halda hérna áfram, en ég ætla aðeins að bakka vegna þess að það var verið að tala það hvernig þessar hugmyndir hefðu náð sessi svona framhjá meginstraumsagfræðinni og til hliðar og utan við umræðina og þess vegna Jökull Sólberg Auðunsson. Þú ert svona dæmi þá sem að heillast að þessari kenningu og haft mikinn áhuga á henni og sótt en ekki með neina formlega hagfræðimenntun. Hvað svona á hverju þessi dýnamik í þessu? Á hverju laðar það að fólk allstaðar að sem að svona heillast að þessari kenningu? Hvað svona heillandi? Ég held að það sé nokkru þættir sem hægt að tína þarna til. Svo fyrsti held ég hvaðan þetta sprettur. Þetta sprettur úr bloggum eftir fjármálahrunið og það tvinnast svona þessi MMT þráður, þú veist, það fullt af ritrindum greinum í dag og þetta að klárlega komið inn í háskólasamfélagið og prófessorar og nemendur þeirra sem aðhyllast þessum skóla og eru með jafnvel bara heilu kúrsana sem byggja á MMT en eftir fjármálahrunið þá var þetta mikið í bloggheiminum og það bara allt annað jarðvegur heldur en hefðbundin umræða þar sem að þú getur stofnað blogg náttúrulega bara og svo þið deilt út allt og svo svona flæðir þetta svolítið yfir á Twitter, svona FinnTwit og það eitt af það sem svo gaman að sjá rifrildin og sjá hvað fólki blöskrar sumt af þessum MMT að segja og svo svona eins og fólk gerir þegar komið í glas að veðja, þú veist, já, ég skal bara veðja þegar verðbólgan komin, sko, nú erum við búin að prófa þetta MMT og fólk svona að skora hvort annað og útskýra hlutina og maður dettur oft í það að vera bara inn á þessu FinnTwit sem þetta financial Twitter eða svona sem svolítið út í Bandaríkjunum og út allan heim líka sem þessi blanda af leikmönnum og áhuga fólki og fræðasamfélaginu og svo fólki sem vinnur við þetta, fólki sem vinnur við peninga og allt frá traderum yfir í bankafólki, yfir í analista og svona eins og við erum komið samansafna fólki hérna, svolítið svipað og það það sem býr til þessa skemmtilegu umræðu og geta skrollað gegnum þessi rifrildi, það bara skemmtilegt og fyrst erum við að tala Stephanie Kelton þá held ég að hún hafi svolítið sprottið fram á sjónarsviði vegna þess að hún bara hrikalega flottur talsmaður og hún góð viðmælandi viðtölum og hún svo skýr og bara gaman að fylgjast með henni hvernig hún svarar fyrir sig og hvernig hún útskýrir hlutina
En ok. En Jökull, þetta er ekki bara partí á Twitter sem gaman að fylgjast með. Þú skrifaðir grein var ekki bara í gær eða fyrradag í Stundina þar sem að þú ert að gagnrýna peningamálastefnu Seðlabankans og færi fyrir því rök að þessu á rangri leið. Þessu leikmaður í hagfræði fær svona einhvern afl út úr þessari umræðu til þess að koma og vilja bara fara að ræða við Seðlabankann hvort þeir ekki að breyta stefnu. Einmitt. Jú, það það sem heillaði mig á svona, fyrir utan að við hafa þessi gaman að hlusta okkur yfirildi, þá það í raun og veru hversu skýrt þetta Þú veist, ég fór ég reyndi að vera hagfræði, ég skráði mig í HÍ og það, man bara mætir eitthvað svona starffræði tímum sem með þungir, okkur vigrar og fylka í útreikningar og þetta bara, ég náði aldrei að skilja sjálfur hvað þetta átti að hafa neitt með svona stjórnmála hagfræði að gera. Og MMT fer frekar í svona mekaník, það er alltaf svona mínlega til að útskýra það sem við erum að skoða stóru geirana og jafnvægi milli þeirra, sectoral balances á ensku, man ekki hvað það heitir í íslensku nákvæmlega, svo rosalega margt að útskýra út frá því, bókhaldsjöfnur, bókhaldsfærslur, frekar heldur en einhverja flókna starffræði. Þannig að ég held að MMT hafi tekist að lækka þröskuldinu fyrir bæði held ég stjórnmála fólk jafnvel og svona leikmenn og netumræðina og fært umræðan nær fólkinu það sem hann á að vera held ég og varpa svolítið ljósa á hversu súr og skrítin mikið af þessi starffræði það sem að hagfræðan farin að snúast hver gat gert flóknustu útreikningarna eitthvað útskipt hlutina með einhverjum ótrúlegum jöfnum og svona og svo kannski hann komið netheimana, þeir eru skemmtilegir fyrir MMT, mekaníkin og svo kannski þriðja sem ég langar til að tala sem heillaði mig, það eru þessar skýrskotanir í stjórnmálin og mjög mikið af MMT svona, þetta einsku svona fiscal prescription og svona policy prescription, það atvinnuframboðstrygging til dæmis lykil þáttur í MMT svona hagskólanum getur við sagt og þetta bara bullandi stjórnmál og fyrir mig sem leikmann þá er það element ekki síska skemmtilegt. Þannig að þú færð áhuga á hagfræði sem leiðir til aukins áhuga á stjórnmálum eða öfugt. Já og klárlega tóða mig langt til vinstri. Ég held að svona þekktur fyrir að vera inn í sósíalistum og tala mikið núna bara var með þér að tala verkefælisbaráttuna og svoleiðis en það hagfræðin sem að opnaði þær dyr og sýndi eitt af sem MMT gerir sem að Óli kom inn á áðan sem svo merkilegt það er að útskýra hvað í boði og hvað má og hvað hægt að gera af því að hagfræðin sem hefur verið í gangi núna hún voru hrifin af svona þröngum reglum sem eru svolítið bara svona skáldaðar af einhverju liði sem vill helst bara við notum ríkissjóð sem allra minnst og þetta er svona keppnum hver setur sér þröngustu skorðurnar ríkisfjármálum. Þannig að ef Evrópusambandið er með 60% ríkisskuldir með landsframleiðslu þá ætlum við að vera með 30 einhvern veginn því við ætlum að vera ennþá ábyrgar en allir aðrir og sá sem ábyrgastur hann flottastur í stjórnmálum og MMT bara sprengir þetta upp og segir bara þetta er ekki svona. Okay. Ég ætla aðeins að fá að grípa þennan bolta eldsnögt sérstaklega vegna þess að Jökull myndist á að þetta hafi togaðan til vinstri. Það er mjög auðvelt að sjá það að fólk sem, og það snertir á punktunum sem Árni var að minnast á áðan, það er mjög auðvelt að sjá það að fólk á hægri vagnum það á að hafa mikinn áhuga á því að skilja MMT líka vegna þess að það fólk á hægri vagnum sem vill minnka afskipti hins opinbera hefur þarna auðveldlega tæki til þess að nota, til þess að segja við eigum að lækka skatta. Og það er nákvæmlega það sem það er ekki pólisía innan MMT að ríkissjóður eigi að eyða meiru. Það er líka hægt að nota MMT til þess að bera rök fyrir því að þeir eigi að lækka skatta. Og ná þá einhvers konar settum markmiðum, hver sem markmiðin eru, með því að lækka skatta frekar heldur en að auka útgjöld.
Kannski það vegna þess að hægrið svona stjórnar þessu. Allar reglurnar sem í dag eru frá hægrið, en það ekki hvatinn til þess að fara að breyta eða endurnýja hugmyndir sínar neitt. Ég myndi eftir það helst. En Ásgeir Brynjar, ég veit að þú myndir vilja taka upp alls konar bolta sem hafa verið nefndir, en mér langar til þess að bara að ég skilji þetta betur. Einhver leyti kemur MMT og svona krafturinn í því og powerið sem að fær fólk til þess að taka afstöðu, vegna þess að svo peningamálastefna sem að var, að það að verða augljósara að hún ekki að virka. Hún ekki að þjóna því sem að hún sagðist vera að þjóna og hún bara, það má halda því fram að hún auki bara ójöfnuð og hún sé bara hægt og bítandi að flytja fé, auð og vald frá ríkisvaldinu yfir á eitthvað svokallaða markað sem náttúrulega bara henni ríku og sterku. Getur þú útskýrt fyrir okkur hver eru ágallaðir þeirra peningamálastefnu sem hafa verið kannski ríkjandi svona, ég held að við getum sagt svona 30-40 ár, eða út í heimi kannski síðustu 30 árin á Íslandi. Hvað það sem að veldur því að fólk að leita að svona nýrri lausn? Hvað að? Ef við byrjum úti að þá eiginlega frá fjármálahruninu 2008 búið að vera mjög nálægt núllvöxtum, stýrivöxtum allan heim og búið að bæta við QE, quantitative easing, sem hefur verið þýtt sem magnbundin íhlutun og sem í raun og veru það að Seðlabankar kaupi skuldbréf og ekki bara ríkissjóðanna í fyrirtæki. Það ein tegund af að koma meira peningamagni út í umferð. Þannig að það sem hefur gerst frá fjármálahruninu var að efnahagseiningar Seðlabankanna fyrst kannski tvöfölduðust þá og svo voru þeir búin að fjórfaldast. Ef þeir voru 2007-2008, þeir voru orðnir 4 sinnum meira fyrir COVID. Og frá því að COVID byrjaði að hafa því síðan aftur tvöfaldast, þar sem eru orðnir kannski 8-9 sinnum stærri efnahagseiningar Seðlabankanna heldur en þeir voru. Og vandinn felst í því að þá eru sumum sem finnst að þetta hljóti að leiða til verðbólgu, af því þeir eru búin að læra kenningu sem segir að magn peningana aukist það að þá hljóti það að verða til þess að verðgildið að minnki og þar með komi verðbólga og þeir rýrni. Vandinn í þessu, þetta þarf að fara svolítið langt aftur, fer alveg aftur fyrir seinni heimsstyrjöldina og þegar að í raun og veru peningakerfi heimsins búið til í Bretton Woods ráðstefnunni 1944. Og þá menn ennþá með gullfót sem takmarkar þetta, svo ég reyna að fara svolítið hratt yfir, síðan tekur Nixon í raun og veru dollaran af gullfæti 71 og svo samhliða að þá síðan upp úr 80 kemur nýfrjálshyggjan og síðan samhliða því kemur sjálfstæði Seðlabankann og verðbólgumarkmið en þetta eru nokkrir þættir sem fléttast saman, þannig að það eru eiginlega frekar einmitt mannfræðingar, stjórnmálafræðingar, lögfræðingar, félagsfræðingar sem að stúdera þennan hluta hagfræðinar sem ná að skilja þetta betur heldur en hagfræðingarnir sjálfir sem læra einhverjar kenningar og það eru kannski til svona 3 meginkenningar verðbólguna. Ég algjörlega sammála Oddnýju að hún miklu flóknara fyrirbæri en menn vilja viðurkenna. Og við erum að lifa mjög spennandi tíma núna af því hún komin. Takið eftir, það búið að vera að bíða eftir að fá verðbólgun í gang, bæði út í Evrópu, Bretlandi, Bandaríkjunum, síðan, ef ekki frá fjármálahruni þá allavega frá 2013 eða 2014 eða í Bretlandi frá Brexit 2016. Þannig að í raun og veru þetta fagnaðarefni á vissan hátt að verðbólgan sé nú loksins komin og ýmsir haggreinendur úti segja á jákvæðan hátt að þá getur komið líka vöxtur launana að því að raunlaun hafi raun og verið stöðnuð allt og lengi
og það að launin hækka dregur áfram neysludrifin hagvöxt, þannig að þetta ekki eins svona hræðilegar fréttir eins og sumir vilja láta líta út. Ég ætla að mótmæla þessu alveg harðlega. Það alls ekki góðar fréttir að verðbólga sé mætt. Alls ekki. Og punkturinn hjá MMT einmitt að ef fiscal policy hefði verið gerð innan linsunar sem MMT býr til, þá hefði verið hægt að til dæmis nota sem sagt opinber fjármál til þess að koma í veg fyrir einmitt að verðbólgan í dag eigi sér stað. Og það eitt augljóst dæmi það, 2 meira segja ef við höfum tíma. Augljósasta dæmið opinber fjárfesting í Þýskalandi, sérstaklega í orkugeiranum. Það stór hluti af því sem að gerast í Evrópu í dag, það verðlag að hækka vegna þess að orka að hækka í verði. Og hún að hækka í verði vegna þess að það skortur á henni. Þýskaland sérstaklega ýtti á það að ætti að nota gas frá Rússlandi sem dæmi í staðinn fyrir það að byggja upp renewable energy í Evrópu. Af hverju? Vegna þess að ríkissjóður Þýskalands hélt að það væri góð hugmynd að reka ríkissjóð á nulli allan tíman. Þegar það hefði átt að reka ríkissjóð ekki á nulli, heldur með halla, þar sem hallinn hefði verið vegna þess að það var opinber fjárfesting í því að auka framleiðslu á orku, sérstaklega endurnýtanlegri orku innan Evrópu í dag. Og ef þessi orka væri til staðar í dag, þá væri verðbólga ekki mikil. Þar með verðbólga hefði verið minni ef ríkissjóður í Þýskalands hefði verið með rétta hallareksturinn á síðustu 10 árum. Já, og ég var ekki að fagna henni, ég var bara að segja að sumir hefðu haggreinendur erlendis. Og ég var að hamra á því að MMT fagnar ekki að verðbólgusamningum. Og svo ég counteri Óla aðeins að þá, sko, jafnvel þó að sé hægt að nota linsu MMT-sins til þess að lækka vexti, þá held ég að það sé líka mjög mikilvægt ef maður nýtir þann partúrin sem segir það mjög mikilvægt hvernig reksturinn á ríkissjóðnum að þá í stöðunni eins og við erum núna hægt að færa rök fyrir því að það sé miklu mikilvægara að hækka vextina á vissa hluta samfélagsins til þess að draga úr peningamagninu þar, af því að þenslan verður ekki hjá fólki sem á lægstu laununum, þarf að borga núna hærri húsnæðislán sem eru verðtryggð eða óverðtryggð eða húsaleigu og hærri matarkörfu, af því það í raun og veru bara fólk sem að lifa af á svipuðum mörkum og áður og finnur fyrir því í buddunni, meðan að önnur lög samfélagsins þar sem að búið að safna upp sparnaði og peningum í gegnum faraldurinn, af því að það var ekki hægt að fara til útlanda og var ekki hægt að eyða honum, að þaðan kemur þenslan mögulega miklu frekar og ætti þar með að ná því peningamagn úr umferð með skattlagningu. Það hægt að ná peningamagn úr umferð líka með því að Bitcoin krassi, þar sé að fullt af peningum sem fóru í það og þeir hverfi. Punkturinn sá áfram að verðbólgan flókið fyrirbæri og ekki eins einföld eins og líkun meginstraumshagfræðinar vildu láta líta út, af því þau vildu reyna að gera það starffræðilegt, svo ég tengi við það sem Jökull var að segja, og reyna að reikna sig fram og síðan þegar að það sést, svo ég fara aftur tilbaka í sjóun og reyna að fara hratt yfir hana, þegar að dalurinn tekin að gullfæti, að Bandaríkjadalur verður náttúrulega forðamengt heimsins, þannig ég að vissleiti sammála punktinum frá Oddnýju áðan með það að það svona sá gjaldmiðill sem hæst í stigveldinu, í hierarkíunni, en hins vegar sáu allir í COVID að meira sé að litli íslenski ríkissjóðurinn gat gefið út skuldabréf meira sé evrum á núllvöxtum, þar að segja að það var ekki vandamál með að fjármagna sig þá. Spurningin síðan hvað gerist núna og þar kemur líka þá krafan út frá hefðbundnu hugmyndum og nú þurfa að hækka vextina af því að verðbólgan sé komin, en áttið ykkur á því hvað það þýðir
meginvextir Seðlabankans eða stýrivextir eru vextir bankans á innlánum bankana hjá Seðlabankanum. Þannig að Seðlabankin núna bara að fara að prenta meiri pening til þess að borga bönkunum vexti ofan á innstæðuna sem þeir þurfa að hafa í Seðlabankanum. Þannig að þessi nýprentun peninga rennur til bankana og við sjáum að hagnaður þeir aukast og bónusarnir að byrja en sko Ásgeir, ég sé að Ólafur var að forna höndum. Ef þú kemur stutta aðtöðast Ólafur, svo ég nefnilega á leiðinni til Oddný af spurningu, svo ætla ég líka staldra við hjá Jökli sem var með einhverja pælingar orkuskipti af því að þú nefndir hann orkuna rétt á. Innistæður banka hjá Seðlabanka Íslands eru ekki hluti af peningamagni í umferð. Það það sem MMT bendir á og hamrar á. Magnbundin íhlutun, það að segja quantitative easing, eigur til dæmis ekki peningamagni í umferð nema ríkisskuldabréfið eða skuldabréfið sem Seðlabankin að kaupa sé keypt af öðrum aðila heldur en banka. Það þessi litlu mikilvægu smáatriði sem MMT skilur miklu betur heldur en meginstraumshagfræðin og það einmitt út af þessum litlu mikilvægu smáatriðum sem skilningur MMT á því hvernig hagkerfið virkar mun betri heldur en hjá meginstraumshagfræðinni. Peningamagn í umferð ekki að aukast á Íslandi vegna þess að ríkissjóður fyrirgefðu Seðlabankin að hækka stýrivexti sína sem síðan eru í formi þess að bankarnir fá hærri innlán hjá Seðlabanka Íslands. Það gerist ekki þannig. Punktur. Herðu Jökull, smá útskýringu að MMT í tengslu við orkuskipti á Íslandi? Já, sætti maður tala Þýskaland og gasi sem verið að flytja inn frá Rússlandi og nú það hækki verðið og eitthvað svona. Sko verðbólguskot á Íslandi út af húsnæðisliðnum, verðbólguskot í Þýskalandi út af verð orku. Og eitt af þessum MMT svo duglegt að tala sko fara að segja, hvað gerir MMT við verðbólgu? Og var býð eftir eitthvað svona einu flottu svari sko, eins og við erum bara með starffræðiformúlu fyrir því. MMT ekki þannig. MMT segir það eru svo ótrúlega mismunandi ástæð fyrir verðbólgu að það vinnan okkar hagfræðingarna og að finna út úr í hvað hann kemur og vera með sko svona rétta meðali fyrir það hverju sinni. Gott dæmi þetta í Þýskalandi sem sagt Isabella Weber sem hún ekki sjálf titluð sem einhver MMT hagfræðingur alls ekki en Kelton að læka tweetin hennar, það að vera svolítið góða vinkonur á Twitter sem ég tók dæmi að þessi greininni sem ég skrifaði hún að leggja til að sko orkuverð til heimila fyrir svona ákveðna grunnnótkun til að uppfylla ákveðin lífsskilyrði fyrir heimilin að það sé sko verðþak á því og verðþak svona tabú í hefðbundinni hagfræði en þarna verið að opna á þessa umræðu, þú veist, gæti það hjálpa okkur að dreifa, þú veist, þessari takmörku orku sem við höfum á ákveðnu verði til ákveðna aðila út frá einhver sanngirnis sjónarmið, þannig að það strax sem ég var að segja áðan, sko, MMT svo stutt í pólitíkina, MMT, sem svo skemmtilegt og ég ætlaði bara að stinga það inn að orkuskiptun í Íslandi, það sem við erum að færa okkur svona rosalega hrattir rafbíla þarna erum við bara að fara að spara gjaldir, þurfum ekki að flytja inn olíuna sjálf og það mun hjálpa okkur að passa upp á að við sem ekki með innflutta verðbólgu gegnum verðlag og álag á krónu og annað slíkt sko. Þannig að ég veit ekki, ég kannski ósanngjarnt að kalla þetta eitthvað MMT innsæi en MMT varpar svo sannarlega svona segir að sko verðlag það sé ekki eitthvað eitt svar við því. Má ég svara síðan örstuð Óla, það mjög gaman að við séum loksins aðeins ekki sammála allt, enda ég ekki MMT-ari, ég kom bara óvart inn í þetta út frá bókhaldinu, að reyna að skilja bókhaldi í bönkunum og það leiðir þá pípulagninnar í því upp til Seðlabankana, en þegar að bankanir fara að borga út bónusana eða borga út arðar, hvort sem hann vegna aukinna útlána hærri vaxta á húsnæðislánunum eða meiri húsnæðislána, að þá fer þetta út í einhvers konar dreifingu. Ólafur, erum við ekki sammála það allavega? Jú, ef þú ætlar að borga það út í hagnað, þá gerist það. En ég myndi segja að það væri dropi í hafið.
Herðu, Oddný, ég ætla að pröfa spurninguna sem ég var að reyna að fá Ásgeir til þess að svara á þann því að þú ert hérna áhuga á hugmyndum hagfræðinga. Sko, viljinn til þess að þessu komun lausn tengd því að fólk upplifir það sé vandamál. Og getur þú útskýrt fyrir mér, hvað veldur því að svo peningamálastefna sem að hefur verið ríkjandi undanfarið 30-40 ár þykir núna óhæf að við verðum að breyta henni? Hvað er gallinn við hérna peningamálastefnu nýfrjálshyggjunnar? Sko, ég myndi segja að gallinn við peningamálastefnunni svo að hún gerði út af við fjármálastefnu og þá komum við aftur inn á þetta sem ég var að tala með skatta. Þá ég að tala monetary versus fiskal. Þegar við erum búin að vera að stjórna svo mikið í gegnum peningakerfi í staðinn fyrir gegnum skattlagningu og að dreifa auðið þannig. Það er eitt af því sem hefur verið erfiðara að gera síðustu 30-40 ár. En MMT er ekki svar við því? Nei, MMT hunsar það og það er stór hluti af gagnrýninni sem að maður sér víða á MMT. Að það sem svona drægi úr mikilvægi skattlagningar og þessa hluta hagstjórnunar. En það er líka kannski ég veit ekki hvort mér finnst rétt að tala peningamálastefnu síðustu 30-40 ára af því að það er bara búið að vera síðan 2008 sko regluverkið sem að var við stýrði ákvarðanatöku þar á undan í marga áratugi, það fór bara svolítið út gluggann og það sem að hefur verið að gerast síðustu 10-15 ár að það er að verða meira bil á milli sko hagfræði sem fræðigreinar og þekkingaframleiðslu sem að naut til skamstíma mjög mikillar virðingar og nærri því svona trúarlegar virðingar gæti við sagt. Það er að verða mjög mikið bil á milli hennar og þekkingarnar sem hún heldur áfram að framleiða með sama hætti og hún gerði í rauninni fyrir 2008 og svo kröfunar það að stjórnvöld takist á við breytilegar flóknar aðstæður og það sem kannski ekki svör sem að koma þaðan sem eru viðeigandi eða hægt að nota á praktískan hátt og það þetta tómarum, þetta gap sem verða til á milli sko akademiskara þekkingaframleiðslu og svo bara raunheimsins sem að MMT stígur svolítið inn í. Þannig já, það er það sem líka svo áhugavert við MMT, það að stíga inn í svona gap og sem bæði sko vöntun á stjórntækjum fyrir opinbera hvort sem það eru seðlabankar eða ríkisstjórnir sem að geta ekki reitt sig á líkön sem að voru notuð og mjög útbreitt fyrir hrun og eru núna eiga miklu erfiðar uppdráttar, geta ekki útskýrt og gáta ekki útskýrt hrunið til dæmis. Má ég bara aðeins spila inn í það er nákvæmlega út af því, ég er algjörlega sammála, en það er nákvæmlega út af því að það var svona lokapunkturinn í sögunni minni sem var alltaf lengi með hann, að megin straumshagfræðin tók peningana bara út úr líkonunum sínum, módelunum. Það var svona blindur blettur í hagfræðikenningunum að peningar, og venjulegt fólk trúir því náttúrulega ekki, en sko þessi DSGE-módel seðlabankana, Dynamic Stochastic General Equilibrium, þetta dæmi sem Jökull var að tala um áðan, eru ennþá notuð þó þau hafi sýnt sig ekki virka frá fjármálahruninu, en þau eru hvorki með bankan peninga inn í sér og þarna birtist vandinn. Og við sáum það í síðasta þætti að Daði Már sagðist bara vera eindahagfræðingur og mikró og vildi ekkert blanda sér inn í vanda þjóðhagfræðinar eða makróhagfræðinar. Þannig að það meiri sér innan hagfræðideildana bara orðin svona sílóa myndun sem Oddný var að lýsa svo vel með hvernig raun og veru þegar að raunveruleikin virkar ekki eins og líkönin þeirra sem þeir hafa byggt á í nokkra áratugi afhjúpast í raun og veru við 2008 að halda yngu vatni, að þá bara eins og Jarlen sagði unconventional, óvenjuleg peningastefna orðin bara venjan og svo kom þar. Nýja normið.
Já, og þetta líka, þú veist, og þannig að spila líka inn í bara hvað raunveruleiki, þú veist, þessa fólks ólíkur. Ég meina, það náttúrulega bara tvennt ólíkt að vera hagfræðiprófessor annars vegar og svo seðlabankastjóri hins vegar. Hvað þarf hagfræðiprófessorinn að gera í sínu daglega lífi? Hann eða hún þarf að birta greinar og greinarnar þurfa að falla inn í umræðu sem að til fyrir og sem að drifin áfram af líkunum sérstaklega og það bara svona ákveðin svona path dependency í því. Það mjög erfitt að brjóta upp hvernig þú gerir þetta og þannig að þú veist, þetta mjög mikil klípa fyrir þekkingamyndun innan þjóðhagfræði. Þess vegna eins og það líka eins og Ásgeir var að segja, mjög mikið stöðutap hjá þjóðhagfræði innan hagfræði í breiðum skilningi. Þú sér til dæmis að þú skoðar að öll svona virtustu verðlaun innan þessara stéttar, það fer allt til mikró núna undanfarin ár, af því það bara, þú veist, þetta er svo mikil tilvistakreppa. En það breytir því ekki að stjórnvöld þurfa stjórntæki. Já, ok. Hagfræðin, hún hefur verið svolítið grunnur stjórnmálanna. Hagfræðin skaffaði svona, þú veist, hvað við vorum að tala. Nú staðan svo að flestir, eða bara afhjúpaðist í hruninu og fleira, að það sem var trúið að vera heilagur sannleikur hrunið. Og það svona ýmsar tilraunir í gangi, en ekki neins svona megin hugmynd, nema kannski MMT, hvað gæti tekið við. Og þá vil ég spyrja ykkur að því að Jökull og Ólafur eru svona á því að MMT sé mögulega svarið, en ég heyri að þið eru bæði svona skeptísk. Eitthvað annað sem að væri í samkeppni við MMT að taka yfir svona hugmyndir okkar peningamálastefnu og ríkisfjármál? Ég held sko, ef ég má taka þetta, ég held að það eru svona tímabil í sögunni þar sem eru stórar hugmyndir sem eru ríkjandi og sem eru svona heildstæðar og svona, já, svona coherent og við erum bara tímabil þar sem að það á ekki við. Það bara þannig núna að það bara mjög mikil tilraunamennska í allri stefnumótun. Og ég öfunda ekki fólk sem við stjórnvölinn í þessum stóru stofnunum, af því það bara mjög flókið, þú ert ekki með þessa vissu og þetta öryggi sem að fylgdi því á ákveðnu tímabili að geta reitti á þessa túlkun á heiminum og heimurinn flókin og margbreytilegur og breytist stöðugt og þetta nærði að vera eitthvað svona listform eða kraft núna heldur en vísindi. Og ég held að það sé staðan sem við erum í núna. Það engin stór ríkjandi hugmyndafræði allavega í stefnumótun. Og þú kannski í bestu stöðunni, þar sem að þú ert að fylgjast með fólkinu sem reyna að finna stefnuna og velta því fyrir þess hvernig þið komist að þessari hugmyndum og svona, en ert ekki alveg í því að reyna að taka ákvörðun hvort að þetta dugi eða hitt dugi ekki. Þannig að þú kannski í bestu stöðunni í þessu. Ásgeir, ætlar þú að skjóta inn í? Ég ætla bara taka raundæmi til að styðja þetta. Ég held að sé alveg rétt greining hjá Oddný og örugglega frábært að vera að stúdera þetta svona sem fyrirbæri þessa hagfræðinga. Sko, Englandsbanki hækkaði fyrir 2 vikum stýrivextina sína úr 0 upp í 0,25%. Þannig að við erum með stýrivexti hér á landi sem eru sko 11 sinnum hærri, ég bara benda á það, en þá var hann tekinn í viðtal í BBC og hélt fram, fólk verður nú að passa sig að fara ekki að gera ómiklar kaupkröfur núna á hækkanir til að elta þessa verðbólgu, því þá fáum við hennan slæma spíral sem var nú lýst hér á landi bæði í enduróma í Kastljósinu og í Speglinum og spilað Sirkus Geira Smart og ómur af 1980 óðaverðbólgu árunum. En spyrillin í BBC var svo hissa og hann að segja að fólk ekki að reyna að ná tilbaka þessum hækkunum sem að vera á verðlaginu með hærri launum. Og Seðlabankastjórinn segja nei, því miður þetta verður nú sársaukafullt en þetta verður erfitt. Og ég held að sko venjulegt fólk skilur ekki þegar að sama hvort það eru seðlabankastjórar eða hagfræðiprófessorar koma og segja þeim, verðbólgan núna komin og ef að þið krefjist launahækkana til þess að vinna upp þær verðhækkanir sem hafa orðið vegna verðbólgunar,
að þá bara verður ennþá meiri verðbólga. Af því að venjulegt fólk sem eyðir megninu af sínum tekjum bara í húsnæðiskostnað og mat og sér að maturinn er búin að hækka í verði og húsnæðiskostnaðurinn er að hækka í verði vegna þess að vextin er að hækka á Seðlabankanum. Það bara skilur ekki hvernig þetta geta gengið upp. Af því og Financial Times spurði á móti, býtu af hverju kallar Seðlabankastjórinn ekki eftir því að fyrirtækin dragi úr sínum hagnaðaraukningu? Af hverju bara verið að kalla eftir því að verkamaðurinn kalli ekki eftir meiri kaupaukningu? Var þetta ekki Martin hérna með pistil þetta? Jú. Herðu Jökull, ég ætla að spyrja þig. Gamli raunveruleikinn hann er fallinn og það veit allir og svona óvíst hvað kemur til. Finnst þér, upplifir þú það að MMT sé svona jólatriði sem við gætum hengt svona stefnu okkar á, að það sé svona grunnur sem að við gætum mótað svona framtíðar, eða svona, ekki framtíðar, bara svona næsti samfélagssáttmáli sem gæti verið burðarvirkið í næsta samfélagssáttmála það hvernig við ættum að reka ríkissjóð og peningamálastefnuna. Ég held enn sem komið það er bara ef við skoðar bankastarfsfólki sem eru á Twitter á Íslandi og bara allt sem að Kristján Frost er að segja hvernig fólk hefur að taka það er rosalega neikvæðni út í MMT og svona unorthodox hagfræði hugsun á sama tíma og MMT er að takast listilega að lýsa langt best hvernig hagkerfið virkar og mér finnst að það komið bara svo bersýnilega ljós á síðustu árum að lýsingarnar og líkönin sem að MMT með eru að ganga upp og ég er ekki alveg meðast inngangurinn hjá Oddnýju frábær og ég hugsaði svona þegar 80% á hann var komin þá hugsaði þetta er svona með sanngjarnari gagnrýni lýsingum MMT sem ég heyrt og svo fór hann alveg með það í lokin þegar hann sagði að MMT vill ekki skattleggja. Ég held að það sé ekki alveg rétt. Ég held að ég þekki enga MMT hagfræðingar sem að segja skattaskiptingu máli. Það eru þvert á móti að segja þessi mjög mikilvægt að hafa það tól í tólakistunni til að geta brugðist einmitt við verðbólgu og brugðist við þessum alvöru mörkum sem eru sett. Jólatré, ég held að geta hengt utan á þetta, já, sem lýsingin sem við ættum að geta sammælst sem svo mikilvægt til að geta svo farið að rífast hvað við ætlum að gera nákvæmlega. Að byggja þeim grunni ætti á pappír, finnst mér, að geta verið þessi grunnur sem við ættum að byggja á. Það sé svona líka endurnýjunar kraftur í þessu að stundum svona stöðnun bara því að fólk stendur alltaf sama hólnum og horfir á hlutir frá sömu sjónarhorni, þannig að líka MMT færir aðeins sjónarhorni til og það getur komið aðra lausnir, þess vegna er ég að tala bara að þetta sé svona jólatré. Ólafur, þú ert þekktasti MMT maður á Íslandi. Er MMT þannig að þú getur farið inn til dæmis á fundi hjá stjórnmálaflokkum, Framsókn og Pírötum og fleira og boðað MMT sem til hjálpa þeim vegna þess að stjórnmálinu líka að leita leiðum út úr þessu, vegna þess að þau eru í þroti vegna þess að sömuriti rann undan þeim svona grunnurinn hverju ætti að vera reglur í ríkisfjármálum og öðru slíku. Að MMT geti verið svona grunnurinn af því sem að væri hægt að byggja á svona nýja stefnu sem að mundi svara þeim ágöllum sem að ríkjandi-stefna hefur skilið eftir. Eða er það bara svona spennandi kjúriósu pæling þetta MMT? Er það verkfæri sem hægt að taka upp úr eldhússkúfunni og skera helvítis brauðið með því? Ég myndi ekki segja að ég myndi boða MMT. En aftur myndi ég reyna að fá fólk til að skilja hvernig hagkerfið virkar í raun og reynd eins og MMT er búið að benda á hvernig það virkar. Þannig að þetta er ekki trú, þetta er lýsing. Það er mikilvægt að munna það. Þú ert vel að segja, Ólafur, að ef þú skilur þetta ekki, hvernig hagkerfið virkar eins og MMT er að segja það virki, að þá náttúrulega stefnan sem þú smíðar, hún verður alltaf skökk og passar ekki við raunveruleikann. Það er meiri hætta á því að það gerist, já. Það er ekki þar með sagt að það endilega gerist, en það er meiri hætta á því.
og ég ætla líka að hamra á því, þú tekur ekki upp MMT. Þetta er ekki efnahagsstefnan sem hún bara getur tekið upp. Þetta er lýsing á kerfinu eins og það er í dag. Það er punktur með þessu öll saman. Þetta er ekki policy eða eitthvað svona efnahagsstefna. Þetta er lýsing. Og þess vegna er svo mikilvægt að horfa á þetta eins hlutlaust og þú getur. Ef þú skilur lýsinguna, þá getur þú síðan tekið þínar eigin ákvarðanir það hver policyan byggð á þeim skilningi eigi að vera. Og hvort að policyan eigi að vera að auka útgjöld eða lækka skatta eða breyta sköttum á ákveðin hátt eða auka fjárfestingu eða svo framvegis. Það er afleiðing af því að þú skilur hvernig hagkerfið virkar, en það er ekki það sem MMT er að segja þér og það er að gera. Það er punkturinn með þessu allt saman. Og ég ætla líka að hamra á því, sko, sérstaklega af því að hérna þá var verið að tala svona fjarlægðina á milli akademíu og raunveruleikans í dag. Fyrir áratug síðan sagði við mig hagfræðingur sem þá kendi við Háskóla Íslands og kendi mér á meðan ég var í Háskóla Íslands. Ég tók BS-inn í hagfræði hjá HÍ. Að tilgangur grunnnáms í hagfræði við Háskóla Íslands var að sjá til þess að fólk myndi standa sig vel í framhaldsnámi í háskólum utan Íslands. Hugsiði örlítið út í hvað þetta þýðir. Akademían innan BS í hagfræði á meðan ég var að taka hagfræði, sem sagt, þetta er fyrir 2008, vonandi hefur þetta breyst, ég veit það ekki. Sjónarmiðið var ekki það að þú ættir að kenna eða útskýra hvernig hagkerfið í raun og reynd virkar. Heldur var sjónarmiðið það að það ætti að kenna hagfræðikenningar svo þú getur staðið vel í háskóla utan Íslands. Pæliði í því að þetta væri sjónarmiðið í öðrum greinum innan HÍ. Hvað myndi verkfræði til þannig gera? Ef verkfræðin sem væri kennd innan Háskóla Íslands væri ekki í samræmi með raunveruleika. Ég það ekki bara einkenni á öllum háskólum að þau vilja forma nemendurna sínar í æðsta stig mannlegra tilveru sem er að vera háskólaprófessor? Málið er að það er þessi svona dislocation, eins og því miður hafa verið að sletta hérna. Það er þessi dislocation á milli akademíunar eins og hún er kennd í hagfræði, sem sagt akademiskar þjóðhagfræði og síðan hagfræði sem þjóðhagfræði eins og hún er í raunveruleikanum. Og það er þessi dislocation sem var verið að tala minna áðan. Og það er þess vegna sem er þessi krísa í akademiskri þjóðhagfræði í dag. Vegna þess að það er búið að átta sig á því að akademisk þjóðhagfræði, hún er ekki í samræmi með raunveruleikann, því miður. Og mesta powerið í hagfræðin er svo hagfræði sem að verður til utan þessara stofnana, þar sem að umræðarnar eru eins og Jökull benti á inn og bara Twitter og alls konar stöðum þar sem að hagfræðingarnir sem að fylgja leiðsögn síns gamla prófessors myndu ekki láta sjá sig í. Er það hlutin að meginströms hagfræðin og það sem hún er stunduð er bara geldur staður og líkurnar á einhverju endurnýjun er einhver staðar inn í tímarit SIBS og hvað sem er annars þar. Það er alltaf erfitt að fá fólk til að skilja eitthvað ef launin þess eru háð því að skilja það ekki. Þannig að, Planck sagði eðlisfræði að framþróun í eðlisfræði, hún gerðist one death at a time, eins og sagt var þá. Þannig að kannski vonandi að það þurfi ekki í hagfræði. Ég vona það virkilega. Herðu, við látum þetta verða lokaorðin. Þakka ykkur fyrir að koma hingað og hlustendum að hlusta á það sem verður að ræða Stephanie Kelton og MMT eða nútíma peningamálakenningu. Svo ég segi það nú rétt, sagði þetta vitlaust upp að. Í næstu viku munum við fjalla annan kvennafræðing, Marianne Mazzucato, sem að hefur skrifað mikið markaðsbresti og ég held að við munum þá líka ræða svona hlut ríkisvaldsins í uppbyggingu atvinnulífs og annað slíkt. Það verður góður hópur sem að mætir þar. Það verður Ólafur verður þar og Ásgeir, líka Jónas Atli Gunnarsson, Stefán Ólafsson félagsfræðingur kemur, Kristur Frostadóttir og kannski ykkur fleiri. Það verður örugglega gaman að fylgjast með því. Ég vil benda hlustendum á að samstöðin henni dreift á Facebook og YouTube, þannig að þið lækið eða dreifið, að þá hjálpið þið raunverulega við að byggja upp
dreifikerfið. Þið getur líka stutt samstöðuna með því að ganga í alþjóðfélagið. Félagar þar borga svona andvirði 2 kaffibólla á mánuði til þess að byggja hérna upp dagskrárna sem er að byggjast upp. Hérna að verða til nýir og nýir þættir. Ég hvet ykkur til þess að fylgjast með. Þið getur gert það á síðum samstöðarinnar á Facebook og á YouTube og á samstöðun.is. Takk fyrir í kvöld.